Já, fyrsta fyrirsögnin í dag, ég tók hana af vísi.is, það voru allir fjölmiðlar sem sögðu frá þessu, en þar var sagt frá því að rannsókn á byrlunar og símamáli Páls skipstjóra úr sögunni. Embætti ríkislögreglustjórans, embætti lögreglustjórans á Norðurlandi eystra hefur tekið ákvörðun að hætta rannsókn á máli varðar meinta byrlun, afritun á upplýsingum af síma einstaklings og dreifingu og kynferðislegu myndefni. En þetta náttúrulega búið að vera frægt mál, svona mikið umtalað. Þarna eru 6 blaðamenn og sem tengjast blaðamennsku sem að fengu réttarstöðu sakbornings í mjög óvenjulegu máli, þar sem að Páll skipstjóri þessi Steingrímsson lá á spítala og gjörgæslu óvígur í raun og veru nær dauða en lífi í nokkra daga og vikur vegna byrlunar sem virtist hafa verið framkvæmt eingöngu til þess að komast yfir síma hans, til þess að koma höggi á og grafa upp skít á svokallaða skriðmsla deild Samherja eða hryðjuverka deild Samherja, skærulega deild, já. Ótrúlegt mál í alla staði, og það sem að var alltaf vitað að fyrirverandi eiginkona Páls byrlaði fyrir honum. Hún náði símanum af sjúkrabeðið þar sem hann lá inn á gjörgæslu, gekk upp í Efstaleiti á RÚV og afhenti þar síman. Og þau hafa núna allan tíman, blaðamennir hafa verið ósamvinnuþýðir og þeir hafa falið sig á bak við það, þeir hafa ekki viljað gefa upp heimildamenn. Þess vegna hafa þeir haldið rifinni alveg lokaðri, af því að við erum blaðamenn og við gefum ekki upp heimildamenn. En það alltaf verið að benda þeim á að þið þurfi ekki að gefa upp þetta heimildamann, hún búin að gefa sig upp, þið geti ekki falið ykkur á bak við þetta ákvæði, því að heimildamaðurinn hefur sjálf viðurkennt að hún fór með þetta til ykkar. En þau voru algjörlega ósamvinnuþýð, vegna þess að þau vissu sem var að það er ólöglegt að afrita síma með þessum hætti eins og gert var, og það vildi enginn viðurkenna hver gerði það. Þannig að þau grótjöldu bara kjafti og þóttust ekkert vita og spiluðu sig algjörlega saklaus. En sem allir vita hins vegar að RÚV hafði áður en byrla var fyrir Páli keypt sérstakann síma til þess að þessi afritun gæti átt sér stað, keypti alveg eins síma á Pálla með, svona Samsung síma eitthvað, valdi í hans símanúmer sem var alveg eins og símanúmer hans Páls og var í samskiptum við byrlaran úr þessu símanúmeri áður en að byrlun átt sér stað. Þetta er allt tilviljanir. Þetta er allt tilviljanir, en þetta er svo augljóst skipulag sem að RÚV kemur af skipulagi sem leiði til byrlunar og nær dauða einhvers manns út í bæ, og þau trítla bara eins og þessi blásaklaus og hampa því síðan í fréttatímum í gær að loksins hafi þessi fáránlega rannsókn verið hætt og blaðamenn hafi verið fengið réttastöðu sakbornings fyrir að gera ekkert nema vinnuna sína sem að blaðamennum ber. En athugið það að starfsmennin upp á RÚV sem þá Þóra Arnórsdóttir og Arnar pródusent Kveiks, sem man ekki hver son, að það eru blaðamenn sem að vinna enga umfjöllun. Arnar Þórisson, yfirframleiðandi Kveiks, þau sem eru engangu í því að taka við stolnu efni, afrita það á annan síma og dreifa því áfram. Þannig að þú getur ekki skiltir á baku það, ég blaðamaður, blaðamenn fá til sín gögn á hverjum degi og við gefum ekki upp heimildamenn, og ég var eingöngu að gera það sem að blaðamennum ber, sem að vinna úr gögnum sem ég fæ og upplýsa almenning. Nei, þú varst ekki að gera það. Þú varst að vera þjófsnautur að taka við stolnu efni og miðlaði síðan til áfram til einhverja vina þina og vinnur engar fréttir úr því sjálfur. Þannig að í það minnsta eru þessi starfsmenn RÚV sem að gerðu engar fréttir upp úr þessu máli eru á mjög gráu svæði, en auðvitað vissi þessi hópur það að fyrningarfrestur máls, hann fer eftir því hversu alvarlegt brotið er, hversu stór refsirammin er, og refsirammin í málum sem þessum er ekki mikill, þannig að fyrningarfresturinn er ekki langur, og þau gáttu bara tafið málið með alls konar bollalengingum og neita komi yfirheyrslur, veikindi og svo framvegis, og á endanum þá er málinu vísa frá, eða því hægt vegna þess að fyrningarrammin er liðin. Það er ekki vegna þess að málið var svo fáránlegt og
og lögreglustjórinn á Norðurlandi hafi verið út að aka sko. Það alls ekki málið. En tökum sko þessar byrlum bara aðeins úr dæminu. Þau eru greinilega undirbúin fyrir því að einhver sé að koma með símanans, stólinn símanans, til að þau geta afritaðan. Byrlunum gleymum henni bara. Það eitt og sér bara, hei, Akkurat. Ekki gera þetta. Og þeir undirbúa þetta með því að kaupa sérstakann síma til þess að vera með til að taka á móti stólnum síma. Alveg sama hvernig honum er stólið, hvort það er í byrla fyrir einhver, hvort einhver myndi liggja fyrir dauðanum inn á gjörgæslu. Það er auka afleiðing af þessu sem enginn gat vitað. En þau eru samt sem áður með skipulag að því að komast yfir stólinn síma. Já, mann er búin að sjá svona liður Illa Jökulsson vera að posta þetta að það sé, þú veist, aðföra blaðamannstjættinni. Býtu, hvað meinaru? Finnst fólki alvörinni í lagi að það sé rænt símum af fólki og þeir eru afritaðir og búið til fréttir úr þeim? Þú veist, en að þetta væri síminn hans illuða, skilurðu? Já, finnst fólki það hann bara, jú, þetta eru blaðamenn, þeir með að gera þetta. Það var hann rétt yfir það sem að Páll Vilhjálmsson segir í nýrri færslu sem hann skrifaði núna í morgun. Glæpir án refsinga, Þórður Snær í framboði fyrir Pírata. Í byrlunar og símastöðsmálinu voru glæpir framtir, segir í yfirlýsingu lögreglu. En afbrotin voru ýmist fyrnd, ekki hægt að hengja þau á tiltekna einstaklinga, enda gögnum eitt. Þá er eitt sakborningana ekki heill á geði. Afleiðingin niðurfelling rannsóknar. Yfirlýsing lögreglunar ein mesta sakfellandi niðurfelling sakamáls í íslenski réttarsögu. Niðurfellinguna notar Þórður Snær Júlíusson fyrrum ritstjóri Kjarnans heimildarinnar til að tilkynna framboð til Alþingis fyrir Pírata. Ekki hægt að skilja á annan veg þessi orð fyrrum sakbornings sem DFF gerir skil. Það sem að Þórður segir, máli hefur breytt sín minni á samfélagið og hafði áhrif á að ég ákvaða að skipta kúrs í lífinu. Það hefur sýnt mér að ef maður stendur ekki upp og berst fyrir því sem er réttlátt, sanngjarnt og satt, jafnvel þótt að valdamesta fólk landsins sé mótaðilinn, þá gerir það enginn fyrir mann. Þetta hljómar svolítið eins og yfirlýsingum og svolítið leiðinni stjórnmál. Já, ég vona að hann fari í Píratamaður. Já. Þeir kosti munum við fá skýtlega kostningu. Já, ég held það. Hann heldur áfram með það, Páll. Hann skrifar Þórður Snær skipt kúrs í lífinu í sumar þegar hann varð undir í valdabaráttu hluthafahóps heimildarinnar og hrökklaðist úr starfi ritstjóra. Núna kennir hann lögreglu nýjan kúrs með stefnu og þingmennsku sjálfum sér til hagsbóta og lífsviðurværis. Baráttu undirmálsmannsins gegn valdamesta fólki landsins það að segja að Doddi stemdi tilfallandi bloggara sem tröðla telst, það bloggarinn sem að skrifa hérna, sem tröðla telst til valdamanna fyrir dóm. Fyrrum sakborningur tapaði málinu, Hæstiréttur staðfesti að blaðamenn eru ekki hafnir yfir aðra í samfélaginu líkt og sá fyrrverandi hélt. Framboðsdraumur Þórðar Snæs fá stuðning frá Birni Leví, þingmanni Pírata, spuni félagana að lögreglurannsókninni hafi verið tilefnislaus, jafngildir að lögreglurannsóknin hafi verið tilefnislaus, jafngildir að einum þingmanni á Alþingi og öðrum sem stefnir þangað. Finnst allt í sóma að byrla til að stela gögnum, þjóni það pólitískum hagsmunum. Já, ákveðlega. Það er svolítið sérstakt að þetta fólk sem að gefa sig út fyrir að vera svolítið svona siðferðilega fljúandi yfir okkur hinnum sko, og getur hort niður á okkur sko, við erum með aðra siðferði en þið, að þeim finnist það allt í lagi eins og þú segir Ingimar að byrla fyrir manni til þess að komast yfir gögnin úr hans persónulega síma. Já, þeim finnst það bara í góðu lagi. Já, að því hann þú veist, að því þetta þegar hann tilheyrir vonda fólki. Já, þeirra barátta svo rétt, þau hafa svo rétt fyrir sér. Þú veist, þetta bara mjög hættuleg braut að fara á, svo flippast þetta við. Það mitt. Hvað þá? Mitt. Þá þið búin að leggja fordæmi fyrir því að þetta sé bara í lagi. Já, þetta ótrúlegt að þetta fólk sé ekki einhvern veginn með þetta betur á hreinu í raun og öru, en ég alveg viss að þó að þetta mál hafi siglt í strand svona með þessum hætti að þá þetta ekki sko, þetta ekki svona alveg endirinn á þessu, eins og Páll Reyndar Steingrímsson segir í færslu á Facebook í gær að síðasta orðið hefur ekki verið sagt í þessu máli. Getur hann ekki kært þetta? Jó, í raun og veru getur hann alltaf, og þessi langa tilkynning frá lögreglunni, það alveg satt að hún var að segja þetta, hún Sigríður Dögg í sjónvarpsfréttatíma stöð 2 í gær, að hún man ekki eftir að hafa séð svona að lögreglan býr til svona langa útskýringu á máli sem verið að fella niður
Þeir ekki að þurfa það eins og Nei, venjulega segja bara, þú veist, máli fellt niður og næri ekki lengra, punktur. Þeir eru með langar ritgerð þetta. Þetta var orðasalat líka. Já, en samt í þessu orðasalati held ég, felist sko, bara mikill efni viður fyrir Pál Steingrímsson til að fara í engamál. Já. Bæði við þessa blaðamenn og líka til dæmis stofnununa RÚV, bara þessa ríkistofnun sem er alltaf reyndar falin inn í opinberu hlutafélagi en þetta er bara ríkistofnun, það er bara þannig. Hann er líka með ágætis baklandi að fjármagna þessa kæru. Eflaust eru samherjamenn tilbúinu til þess að standa við baki á honum í því, þó nú væri. Já.